má ekki bjóða yður þjóðskrána. Hvort sem sagan línurit eða súlurit í auga hagfræðingsins heimurinn kartafla í lófa Guðs. Vissulega hinn frjálsi maður ekki lengur veginn með vopnum, ekki höggvinn í herðar niður eða brenndur á báli. Þess í stað honum svipt burt með snyrtilegri reglugerð og málinu skotið til markaðarins sem mállaus vinnur sín verk. Og stjórnvöld ábyrgjast heilt spilavíti, rússneska rúllettu, og niðurstaðan ónýtt mannorð heillar þjóðar. Og við sem vorum svo stolt og áttum stundum ekkert nema stoltið. Aumingja Jón Sigurðsson í nepjunni niður á Austurvelli og Jónas Hallgrímsson svo laglegur í frakkanum. Hvar nú andi frönsku byltingarinnar og þýsku rómantíkurinnar þegar það hafa verið sett á okkur hryðjuverkalög þar sem við megum dúsa með skuggalegustu þjóðskipulögum heims og þjóðhöfðingjum sem enginn vill hitta í myrkri? Þetta auðvitað ekkert annað en landráð, hafi það orð einhverja merkingu lengur. Og það því skýlaus krafa okkar sem eigum ekkert nema sjálf okkur og börnin okkar að eignir auðmannanna verði frystar strax og kerfið hætti að rannsaka sjálft sig. Almenningur vill að fjármálaeftirliti sé sett af og það og aðrar eftirlitsstofnanir séu rannsakaðar. Líka Seðlabankinn, líka ríkisstjórnin. Menn sem hafa haft hagsmuni af sukkinu látnir rannsaka sukkið og fjármálaspillingin teygir sig jafnvel inn í ríkisstjórnina. En við sitjum uppi með risavaxinn reikning, 12.000 milljarða, og þeir ætlast til að við borgum. Við, börnin okkar og barnabörnin og barnabarnabörnin líka. Ég hirði ekki að halda romsunni áfram. Slíkur glæpurinn sem framinn hefur verið. Og þessi glæpur hefur verið framinn með vitund stjórnmálamanna. Þeirra sem einkavæddu bankana, gáfu þá raunar pólitískum vildarvinum, já, létu þá í hendur fjárplógsmanna sem veðsett hafa okkur langt fram í tímann og gert okkur að bónbjargarmönnum hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og öðrum lánastofnunum.